Ingvar, þetta ekki fyrsta sinn sem að þú lendir 2-0 undir sem þjálfari og kemst upp úr 3-2? Þetta fyrsta skipti sem ég lendi í þessu, jú. Þetta er svolítið sérkennileg reynsla, ekki margir sem fá að upplifa þetta? Nei, ekki sem að ná að snúa þessu svona við og en við vorum svo sem vorum lítið að fókusera á það. Eitthvað hefur nú hallað á ykkur samt? Auðvitað og umræðan það að þetta væri stærsta uppsett í langan tíma og ég veit ekki hvað en við fókusurum á einn leik í einu og gerðum það bara þrælvel. Þú ræddi hérna við Daniel Grindavíkur þjálfara og Helenu leikmanni á þér. Sko, maður velti mikið fyrir sér reynslan sem býr í þessu Grindavíkurliði. Varst þú ekki alltaf að gera ráð fyrir að kæmi eitthvað skuggalegt áhlaup, að minnsta kosti eitt? Jú, og við töluðum það í hálfleik að við mættum alls ekki vera værukærar að koma út í þriðja leikluta vegna þess að við vorum yfir stórt í fyrsta leiknum á móti þeim hérna heima og þær koma út og flengja okkur, taka okkur í bólinu þá og sigra leikinn. Þannig að við vorum alveg meðvitaðir það að þær myndu gera allt sem að í þeirra valdi stendur. Við bara stoppum allt sem að þær höfðu upp á að bjóða í kvöld og þannig að ég held að sé ekki skortur á það að Grindavíkurliðið hafi reynt í byrjun seinni hálfleiks. Heldur bara það skoruðu 7 fljót stig en svo stoppuðum við þar aftur og byrjuðum að mjatla muninn aftur upp. Nú farið þið áfram í úrslitarimmu gegn Snæfell. Ertu eitthvað hérna núna síðustu mínútur búinn að leiða hugan að því? Ég er búinn að vera spurður af þessu nokkrum sinnum en ég meina við byrjum að fókusera á það kvöldið á morgun og við ætlum að fagna aðeins núna og það er svona þungu fargaman í létt, það er óneitanlega en það verður hörkur rimma. Það eru liðin 2 sem var búist við að myndi spila til úrslita og eru búin að vera jafn bestu liðin í allan vetur, þannig að þetta verður brjáluð barátta. Glæsilegt Ingvar, til hamingju. Takk fyrir.